Chess of Dark hefur hafið göngu sína. Rétt. Það náttúrulega risa þáttur í kvöld. En áður við komum inn á þáttinn, þá langar mér bara að minna á kemi.is og Tungvölsi10. Og þeir eru með allt á hreinu. Þeir eru með, sko, ég var aðeins að renna yfir vöruframbúðið. Já, gestur kvöldsins var nú með fullan póka, hann komið gáðan. Við erum með ylspjaldið frá Oasion Citrus og Biopack Express Fresh, 15 stykki póka. Hvað kostar það? Það er 2948. Okay. Það er það sem ég finnst best, sko. Þú veist, það er mikið af mönnum að núti sem að bara velleggja vörurnar sínar. Markaðsbrellur? Já, bara, þú veist, topp maxa bara ákvæðan, setja hann upp í 3000 kall, eða 2990, nei. Það er eins lítil álægning og mögulegt þeir, við tala 2948 krónur. Ég held í alvörinu, hann kaupir þetta utan og svo fer hann bara inn á ariabanki.is eða kveikur.is og fer bara í gjaldeyrisskrána og svo bara stempar hann inn og hann bara setur verðin. Það eiginlega bara hlýtur að vera. En við bjóðum hjartanlega velkomin til okkar, Marin Örn Tryggvason. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þú voru náttúrulega gengt stöðu forstjóra Kveiku frá árinu 2019 og þar áður varstu aðstofforstjóri Kveiku 2017-2019. Þar áður starfaðu hjá ónefndu banka. Ónefndu banka. Frábæri banka. Já. Á árunum 2014-2017 var Marin aðstofaframkvæmdastjóri eignastýringar fagfjárfesta á Arion. Grunnir lagður, sagði einhvers. Já, vil einhverjum meina. Þú ert með BSc í viðskiptafræði og hefur lokið prófið í verðbréfaviðskiptum. Þetta er alveg ferilskrá. Já. Já, það er svo það er. Sko, mér langar bara, byrjum aðeins á manninum. Hvað finnst þið gaman að gera? Hvar liggja áhugamálin svona helst? Á þessum tíma ásins er náttúrulega gaman að veiða. Já. Og en kannski það gengur svona misvel, maður er kannski aðalega að kasta frekar heldur en að veiða. Ok. En það er samt bara gaman að vera úti. Já. Það er svona það sem sumarið snýst svolítið það. Já. Það er, já, ég hef aldrei skilið þetta sport almennilega, sko, en ég hef aldrei yfkaða heldur. Þú átti ekki nóg mikið pening til þetta? Það þarf samt ekkert endilega. Ekki? Bara líka þetta veiði vötnum og annað því líkt. Svo það er eitt félagi minn sem sagði einhvern tímann að þegar maður býr á Íslandi að maður á að reyna að gera það sem er svona í heimsklassa á Íslandi. Já. Og til þess að við vitum það er ekki í heimsklassa að spila golf til dæmis á Íslandi. Nei. Bara sjáum veðrið úti núna. Já. En það er í heimsklassa veiða hérna. Já. Og það er í heimsklassa verið í fjallahjólriðum, það var alveg gaman að gera það. Og en svona maður á að reyna að gera það held ég í hverju landi bara það sem er gott að gera þar. Og hérna eru náttúrulega bara veiðar frábærar. Já, algjörlega. Hvað er svona lykillinn að góðri veiðiferð? Hvernig er undirbúningurinn? Hvað þarf að vera til staðar? Það er fyrst og fremst bara veiðifélag. Já, það ekki, félagskapurinn. Það snýst miklu meira það heldur en að veiða í raun. Já, einmitt. Góða makker. Já. Birkir, ég þarf að bjóða þér einhvern veginn veiði. Já. Þau eru bara 3 félagarnir. Já, en hérna... Það hefur greinilega týnst í pósti bóðsberið mitt frá Kveiku. Lítur að koma á morgun. Já, það kemur. Hérna, já, varstu í einhverjum íþróttum? Ertu í einhverjum íþróttum? Ég var náttúrulega bara þegar ég var yngri þá, bara eins og allir voru, ég er akureyringur. Var í hérna fótbolta, handbolta, júdó. Káa eða Þór? Ég var Þórsari. Já. Og er Þórsari. Já. Það er það náttúrulega það sem það var. Já. Það er einnig viðbútt áður en við byrjum á spurningunum, sko. Það er hérna, hver er sérrétturinn í eldhúsinu? Pínu erfið spurning. Erfiða spurning, einhvern. Já, það er hérna. Gott að byrja að bara erfiðast. Það er svona minn veikleiki, ég er náttúrulega bara að elda mjög lítið. Já. Og hérna, það er kannski tvennt sem ég elda. Og hérna, svona börnin mín eru kannski að vaksa upp úr því að telja að þetta sé besti matur í heimi en einhvern tímann var ég einn heima með þau og þurfti að elda. Já. Og ég fór bara í skápun að finna það sem hægt var að gera og svona þau allavega voru þeim aldrei að allavega eitt af þeim var svolítið matvant. Já. Þannig að ég tók og steikti pilsur. Já. Og hérna og skinku sem hann líka inn í skáp. Okay. Og setti á pönnu með pasta og svo bara tómatsós og bakaða baunir. Já. Og kallaði þetta kúrikakásu. Og þetta hefur svona allavega svona, þeim finnst þetta ennþá bara eitt það besta sem þau fá. Okay. Þannig að þegar ég er eitt með börnin þá ger ég venjulega kúrikakásu fyrir þau. Já. Sem er svona bara ræðist aðeins að bara hvað er til. Já. Hvað er í henni. En svo er ég hérna amma mín heitin, hún kendi mér líka að baka pönnukökur. Já. Þannig ég get gert það og ég er svona, það er kannski svona eina sem ég raunverulega get gert. Já. Og hérna, ég er með 2 pönnur heima og get kasta pönnukökunum. Já, það vippið sig upp. Já, það tekur smá tíma að gera þetta. Ef maður er að gera pönnukökur fyrir marga, þá þarf maður helst að hafa 2 pönnur og jafnvel fleiri. Þarftu ekki líka að kasta þeim dálítið oft? Já, nei, en þetta er samt ekkert mjög flókið. Þetta er
þessi fyrst og fremst bara svona sjálfstrustið Já, að leiðum maður, en samt þegar maður var að byrja á þessu að reyna að ná þessu, þá náttúrulega misti maður ansi margar í jörðin. Já, það er svirði í dag. Skemmtilegt. Og já, sko, já, förum í hana. Hvað kemur til að, hvernig liggur leiðin að forstjóra Kviku? Þetta er náttúrulega opin spurning. Ég ætla bara... Já, þetta er náttúrulega, þessi kannski engin bein leið akkurat. Bara þegar ég var búinn í háskólanum, þá fór ég að vinna hjá Kaupþing, fór í eignastýringunum þar og sem var svo síðar Arion og þannig ég var þar í kringum 15 ár, þá í Kaupþing og Arion og getur sagt að þegar Kvika verið til með sameiningu MB-banka og Straums að þá voru þáverandi stjórnendur lögðu svona, ég myndi svona útskýra strategíuna eða hvað var að gerast að það ákváðu þeir að leggja áherslu á þóknandi berandi starfsemi, eignastýringu og höfðu mikinn áhuga að byggja upp eignastýringastarfsemina. Þannig ég held að það sé svona ein af ástæðunum fyrir því að hafa haft samband við mig og athuga hvort ég hefði áhuga að koma þarna yfir. Já. Og svona árin á eftir að þá keyptum við og saminuðum Kviku við ansi mörg af svona minni eignastýringafélögum landsins. Þannig að það var svona kannski ástæðan fyrir maður fór yfir í Kviku. Að maður hafði þennan bakgrunn í þessu. Á hvaða stað var Kvika þarna þegar þú farið fyrsta símtali? Þetta voru, ætlaði ekki verið milli 80 til 90 starfsmenn í félaginu. Það var búið að tölur viðskipti með hlutabréf félagsins, búið að breytingar á hlutafahópnum, samt félagið óskráð. Markasvirðið hafi ekki verið tæplega 10 milljarðar, 7, 8, 9 milljarðar, eitthvað svoleiðis. Og en samt getur sagt mér veist ágætt lýsing sem eitt starfsmaður sagði þegar kom inn í Kviku og var að lýsa bankanum. Það sagði að banki væri svona risasmár banki. Já. Og mér veist að lýsa honum ágætlega eins og hann var þá að hann var miklu stærri heldur en litlu samkeppnisaðilarnir en miklu minni heldur en stóru bankarnir eða stóru samkeppnisaðilarnir. Og það er auðvitað segja á markaði að þá er rosalega verðmætt að vera aðeins öðru heldur en hinnir. Það gerir það verkum að maður er með aðeins öðru frígráður heldur en aðri sem maður er að keppa við. Og þannig að ég held að sé skynsamlegt að hugsa viðskiptalíkan sem getur sagt svona verðmæti og huga því bara hvar eru styrkleikarnir í viðskiptalíkanum, hvar er hægt að keppa og við höfum reynt að gera það með mjög markvissum hætti. Já. Og maður heldur aðeins áfram með svona þá hugsun að þá held ég að sé alveg mikilvægt að hafa í huga að ég held að sé ekki tilneitt eitthvað eitt rétt viðskiptalíkan. Það er bara mismunandi viðskiptalíkan og bara markaðurinn er, getur sagt, vettvangurinn sem þessi mismunandi viðskiptalíkan eiga að takast á. Já, klárt. Okkar menn í PLT fremstir á sviði prentlausna eins og oft hefur komið fram. Rétt. Það eru allar færustu. Ég vil aðeins ræða grein sem kom út í dag frá góðinni þáttarins, Má Wolfgang Mixa. Já, samiklu meistari. Já, en þar kemur fram að það væri bóla til staðar á fasteignamarkaði og leiðrétting í kortunum. Og svo fá hann bara vitna beint í hann. Þá segir hann, það er yfirleitt þannig að ef það er skoðun margra að verða ákveðin í fjárfestingu geti ekki lækkað, þá er hætt á ferð. Er Már ekki bara að hitta naglan á höfuð hana? Ég held að sé... Eftir og ekki verið mjög auðvelt að segja hvort hann hafi gert það. Já. En þarna, það er á hverjum tíma eru alltaf einhverjir sem er að spá bæði hlutum mjög jákvæðum og mjög neikvæðum. En ég held samt að það sé alveg rétt hjá honum þó ég er ekki búin að lesa þessa grein, ég hef heyrt aðeins talað um hann í dag. Okay. Og þannig að og kannski aldrei gott að vera að tala um eitthvað sem maður hefur ekki alveg lesið. Nei. En ef ég skil þetta rétt þá held ég að sé alveg rétt að hafa í huga að það er ekkert lögmál að eignin get ekki lækkað í verði. Ég held að það sé hættulegt. Og þannig að en eru augljóst að fasteignum munu lækka í verði. Ég held að það sé, maður sér það ekki alveg. Nei. Og bara út frá framboð og eftirspurn, það vantar húsnæði og það eru stórir árgangar að koma á markað, en svo á móti er annað kraftur sem tekur í hina áttina, bara fjármagnskostnaður meðan út á verðbólgu er að vaxa, þannig að það eru þetta neikvæði faktor ef maður hugsa um fasteignamarkaðinn. Þannig að bara blikur á lofti á eigna mörkuðum, fasteignum eins og annar staðar,
en ég held að samt ef við hugsum samt svona ef við hugsum bara svona inn á kjarnan bara og hugsum íslenska hagkerfi sem fasteignamarkaðurinn bara mjög mikilvægur hluti af eignamörkuðum hérna að þá samt svoleiðis að staðan samt alveg nokkuð sterk hérna að skuldsetning hins opinbera hefur náttúrulega verið mun minni heldur en áður og við höfum eins og í bankanum í okkur að við erum nýbúin að fá lánshæfismat og höfum verið að kynna félagi fyrir erlendi fjárfestum og þá fyrir erlendi fjárfestum sem og matsfyrirtækjunum sem hafa mikla þekkingu á íslenska hagkerfinu og þar ræðum við töluvert eins og bara hvernig hagkerfið hefur þróast og hvað hefur breyst og aðilum finnst mjög áhugaverð þessi breyting að staðinn er svoleiðis að við sem þjóð við eigum orðið meiri eignir erlendis heldur skuldir og það er algjör breyting því að ég held að við getum sagt að frá við erum mjög að fara alveg til nýsköpunar árana og eftir seinna stríð til þess að fara þangað að við höfum átt meiri gjaldeyriseignir heldur gjaldeyriskuldir þetta sem er svona tungumálið að við erum eiginlega bara með eitt orð kreppa fyrir ensku orðin recession og depression við erum eiginlega bara með depression orðið og það er held ég út af því að við höfum eiginlega aldrei fengið samdrátt og nema við líka fengið gjaldeyriskreppu þannig að við fengið svona efnaðarsamdrátt og gjaldeyriskreppu alltaf í einu en núna kannski eru aðra forsendur af því að bara staðan er svoleiðis að gjaldeyriseignir okkar sem þjóðar eru meiri erlendis heldur skuldir og þannig að svona staðan sé miklu sterkari heldur en hefur verið áður þegar við höfum farið í gegnum svona, getur sagt, lægðir í hagkerfinu. Já. Við erum búin að skila einum neikvæðum ársfjórðungi eða ekki, þannig að ef að þessi verður neikvæður þá erum við konum með opinbera recession eða samdrátt eins og að kallast. Já. Þá var það þessi recession ef við erum út á enskuna. Já, einmitt, akkurat. Sko, já, það er líka áhugavert að því við sjáum stýrivextina hækka núna í takt við verðbólguna bara hversu mikil teiknin er upp á það hvort að menn verði skvísaður út úr eignunum sínum. Er einhver blikur lofti ef við tökum bara 2008 nærtast dæmi? Ég held að staðan sé allt önnur núna heldur en var hérna 2008 sem betur fer. Já. Og þá getur við náttúrulega sagt ef við notum líkingu að segjum að hagkerfi sé umferð þá fóru bara innviðirnir, þá fóru bankakerfið, bara fóru vegirnir. Staðan er ekki svoleiðis núna. Nei. Núna er miklu frekar kannski óveður, bara maður má ekki keyra með felli í sig en það er lægi með vegina. Já, algjörlega. En er það ekki líka þannig að þú veist að því að þú líklega að pæla í Leifur sko hvort að verða eitthvað greiðslufall skilur að því að vextir að hækka það mikið fólk samt ekki að missa vinnuna. Nei, þetta er svolítið merkilegt ástand í raun. Það er hagvöxtur, við finnum það eins og bara hjá okkur að í allavega sum störf, tæknistörf til dæmis, það er bara krefjandi að ráða fólki í þessi störf. Já. Þannig að við erum byrjað saman 2008, það sem atvinnuleysi var yfir 10%. Já. Að núna sem betur fer staðan allt önnur, en svo er þetta svoleiðis að svona, í efnahagsstjórnun að vextir eiga náttúrulega býta í. Já. Og þetta á að gera verkum að fólk og fyrirtæki það eyði minna í neyslu. Þannig að þetta á ekki að vera skemmtilegu tími. Nei, algjörlega. Nei. Sko, já, þessi stemning hefur líka svolítið þetta er líka, þetta sentiment sko, að bara einhvern veginn hlutinni get ekki lækkað. Þetta á sér stað líka á fasteigna á segja verðbréfamarkaðnum. Já. Man hefur svolítið fundist drónin vera þannig. Og nú hlóm heim svo algjör dómstæð spámaður sem ég er ekki að ég var að horfa Big Short í gær sko. Já, það var ekki sniðugt, nei. Þó við elskum máta lífinu þá það er 14-15 mánuði síðan að hann sagði að vera í bólamarkaði sko. Þannig að þú veist eins og Marin nú segir réttilega skilur einn daginn verður hann svo með rétt fyrir sig skilur en hvenær er bóla skilur. Já, og svo er þetta alltaf svo að undirliggjandi eru náttúrulega bara hagræni kraftar og svo getum við tekið þetta er auðvitað bæði fasteignamarkaður er auðvitað pínum flókin þetta er náttúrulega rauneign sem fólk þarf á að halda þetta er allt annað heldur en verðbréf og fólk þarf að búa eitthvað staðar og Íslendingum er að fjölga það þarf að byggja fleiri íbúðir og byggingakostnaður er að vaxa mjög mikið þannig að þó að það sé ekkert endalaust lögmála til skemmri tíma að fasteigni geti ekki farið undir byggingakostnað en þá til lengri tíma stíðu það við markaðinn
að það kostar alltaf meira og meira að byggja en þetta þarf að vera þá verðmætasköpun í landinu til þess að fólk geti greitt það þannig að þetta er svona mér finnst ágætt að hugsa hagkerfið og það fasteignamarkaðin líka sem svona, þetta er nokkurn veginn eins og við værum með fullt herbyggi af kúlum sem verður tengda saman með teyjum og ef þú tósar í eina þá hefur það bara áhrif á mjög margt annað og ef þú tekur mjög fast í það þá veistu ekkert hvað gerist þannig að ég held að menn þurfi bara að fara svolítið varlega og sérstaklega þegar eins og óvissan jafn mikil og núna út af þessum bæði út af COVID og svo þessum hræðilegu atburðum í Austur-Evrópu að við höfum svona bara aðeins að taka því rólega og fara varlega. Já, en væri það samt kannski bara heilbrigt ef það myndi eiga sér stað einhvers konar leiðrétting á fasteignamarkaði? Heilbrigt og ekki heilbrigt að þetta ég held allavega með við fréttir það var kannski ekki heilbrigt ástand að meðal söluverð íbúa hafði líklega aldrei verið jafn stuttur eins og hann var fólk var að bjóða ef mann sagt íbúðir óséðar og að taka eina stærstu kannski fjárhagslega ákvörðun sem það tekur í lífinu og hefur enga tíma til þess að velta því fyrir sér og ég held að það sé ekki heilbrigt ástand þannig að en hvað er heilbrigt? Já, algjörlega en eins og ég heyri þið ég ætla ekki að fara að spá hvort fasteignaverð sé að fara að hækka eða lækka ég held að það sé kannski miklu frekar fasteignamarkaðurinn í saman sér afleiðing af bara svo mörgu og ég held að við séum með tiltölulega sterka grunnstóður í hagkerfinu en enga síður er töluverð óvissan meiri heldur hún hefur verið þannig að ég held að veri líka hættulegt fyrir fólk að hugsa að fasteignin geti ekki lækkaði verði þó maður sé alls ekki að spá því að það sé að koma einhver snörp verðlækkun á fasteignum. Algjörlega. En þú veist, segjum sem svo ef leiðrétting myndi eiga sér stað, myndi það ekki smá kannski hjálpa Seðlabankanum sko að halda smá andliti sko, því að þú veist eins og Kristrún mælti og tók þetta snirtilega saman í þætti í okkur þar sem hún sagði sko, Seðlabanki lækkaði stýrivexti og útláni streymdu út á bönkunum. Núna eru stýrivexti komin á sama ef ekki hærri staðan þeir voru á og eina sem myndi að skila sér að fasteignaverðið hækka 10%. Það Seðlabankinn hlýtur vera að reyna að kippa í bremsunum núna til að sporna gegn frekar hækkunum. Ég held að þetta sé svona einhvern tímann heyrði ég líkinguna að það stjórna hagkerfinu með stýrivöxtum sé svipað eins og ætla skjóta fíl með byssu sem væri á 4 metra bambuspriki þetta bara pínu flókið og þannig að ég held að þetta er svona margþætt og ég held að sé allar einfaldar skýringar að þær ná ekki að grípa bara svona flækjustíð og margbreytileikan í þessu og ég held að ég hef sjálfur mikla trú á því sem Ásgeir Seðlabankastjóri er að gera en verkefni sem hann er með í höndunum er flókið, það er erfitt og það er oft verið sagt að það sé kannski einn erfiðasta staða sem hægt er að lenda í þessi Seðlabankastjóri að vera með mikla verðbólgu, mikla eftirspurn en verðbólgan er út af framboðin ekki eftirspurn. Þetta er að því að aðfangakeðjur og bara framboð skortur á ýmsum vörum og þjónustu. Já, talandi með framboð skort. Hermann Guðmundsson hjá Kemi, okkar maður. Hann var að spá sko hvernig með alla þessa óvissu sem við erum að tala um eða bara ástandi í austri og síðan eftirmála COVID við tölum aðeins það hvernig bregðast við þessu þurfum að halda okkur höndum og hvað sjáum við til dæmis stríðið þetta er svo mikil óvissa Hvernig sjáum við fyrir okkur hvernig sér þú fyrir þér til dæmis bara efnahagsástandi ef við tökum bara næstu mánuði fyrir skilur er þetta bara heldur að verðbólgan hjá þinni til dæmis eða hvernig sér þetta fyrir þér og hvað þarf kvika að gera? Ég held að náttúrulega kannski kvika er náttúrulega bara lítil hluti að hagkerfinu varðandi verðbólguna en og ég held að verðbólgan sé stærsta hagstjórnarverkefnið sem við bara sem þjóð sem hluti í sjálfum sér líka bara Vesturlöndu stöndum fram fyrir og mikilvægast fyrir okkur sem þjóð er að verðbólgu væntingarna festist ekki í sessi af því að ef allir spá að verðbólgu er 10% þá verður hún 10% sama hvað annað gerist þannig að það er bara mjög mikilvægt að okkur takist að láta vonandi tekst það
að þetta verði svona verðbólgu kúfur sem hjaðnar og í sjálfum sér að við tökum eins og bara olíuna, ef olía hættir að hækka þá á endanum þetta komið í gegnum 12 mánaða tölurnar og þannig að hækkun fyrir 12 mánuðum ekki lengur í 12 mánaða verðbólgutölum. Nei. Þannig að ég held að það sé stóra verkefnið, bara að reyna að gera allt sem hægt til þess að verðbólguvæntinga festast ekki í sessi. Ég ofta að pæli nú þú fórstjóri banka, hvað besta efnahagslega ástandið fyrir banka? Já, því ég pæla oft í ef vextir eru lágir, já þá fáum við lága vexti, en ef vextir eru of háir þá líkur okkur greiðslufalli og það þá þetta á milli þetta? Ég held að svona, óvissa í eðlisinu bara slæm. Og en þarf að tala það svona klassist fyrir banka að þá hægfara vaxta hækkunarferli gott umhverfi fyrir banka. Já. Af því að getur sagt að fjármögnun banka venjulega til lengri tíma heldur en útlánin. Þannig að ef vextir eru að hækka þá fá banka meiri tekjur tekjurnar hækka fyrir heldur en útgjöldin. Já. En í sjálfum sér ég held að við séum að fást við stærri krafta núna heldur en þessa. Já. Þannig að núna held ég skipti fjármálafyrirtækin eins og bara öll heimili og fyrirtæki á landinu mjög miklu máli að gera allt sem hægt til að reyna að minnka óvissu. Og þá held ég, hvað á að gera? Ég notar aftur svona líkingu með umferðina að við hægjum á okkur þegar við kerum yfir blindhæð. Já. Af hverju? Það óvissa. Já. Og ef það vont veður þá líka, við getum sagt að það sé líka óvissa, þá förum við aðeins að varlega. Þannig að ég held að fólk og fyrirtæki bara aðeins að fara varlega núna. Já. Ok. Eru íslensk stjórnvöld að boða efnahagslegt harakiri með loftslagsstefnu sinni? Þú tala verið í að þú telja að vera farsælla að einkaaðilar myndu finna lausnir? Já, ég held að það sé mjög mikilvægt að getur nota kannski svona eins og maður hugsar stöndu fram fyrir mjög stóru verkefni og ég held að við tölum loftslagsmálin að umhverfismál til í víðu samhengi sérstaklega til lengri tíma þá þetta mál sem við komumst ekki tjá að taka ekki á, þannig að það þarf að gera eitthvað og ef við hugsum bara eins og og það að gera hluti það bara kostar fjármuni og segjum bara þess að setja í eitthvað samhengi að ef við ætluðum að segjum safna styrkjum fyrir einhverju verkefni. Já. Þá bara mjög flókið að safna og mjög erfitt að safna 20, 30, 40, 50 milljónum. En ef það arðsamt að gera eitthvað, ef það getur sagt bara viðskipti sem felast í að finna lausnir á vandamálum, þá auðveldar að safna safna 10 milljörðum í fjármagni til fjárfestinga heldur en að safna 50 milljónum í styrki. Já. Og ég held að þetta vandamál það stórt að það verði ekkert hægt að leysa það nema að verði hagræni hvatar til þess að gera það. Og þannig ég held að það sé mjög mikilvægt að einkaaðilar á getur sagt í viðskiptaumhverfinu og stjórnvöld taki höndum saman og finni leiðir til þess að búa til hagræna hvata til þess að taka á þessum málum. Og bara sagt eins og eitt dæmi að ef það verður til markaður, sérstaklega alþjóðlegu markaður með kolefniseiningar sem hægt að til dæmis að eignast með skógrækt eða með að fylla upp í gamla skurði ná votlendinu aftur að þá getur vel verið að það sé bara arðsamt að ráðast í þessar fjárfestingar og þá geta einstaklingar og fyrirtæki keypt loftslagseiningar til þess til þess að kolefni sjafna sína starfsemi og ef við hugsum okkur sem bara hagkerfið í heild að við erum með eitt stærsta, ekki svona næststærsta lífeyriskerfi í heimi með höfðatölu og ef okkur tekst að finna leiðir til þess að íslenski lífeyrissjóðir með arðsömum hætti ákveða að kolefni sjafna starfsemin sína á Íslandi þá það í samsins bara mjög mikilvægt framlag sem við sem þjóð getum verið með svona í þetta stóra alþjóðlega vandamál og ég held að í þessu eins og svo mörgu öðru það ekki einlausn, það ekki skógrækt ein og sér gerir lítið en ég held að þetta sé fyrst það hugafarið og svo það náttúrulega bara tækni framfæri sem þurfa að finna einhverja leiðir til þess að taka á þessu. En þetta hafa einhver áhrif hjá ykkur í kviku
þetta sem að ríkið að standa fyrir það? Ríkið að standa fyrir með Það var ég að pæla sko að því að eðlilega ert að velta fyrir sko hvort það sé ekki einmitt búið til einhverja hvata til að gera þetta sko fjárhagslega. Það sem ég bara velta fyrir mér ætti ríkið þá ekki að vera með nein afskipti af þessu? Jú sko, ég held að ríkið í heildina og þú opinbera viðskiptalífið, eitt mikilvægasta hlutverk ríkisins að búa til ramma utanum getur sagt, utanum viðskipti og getur sagt eins og núna til dæmis eru stjórnvöld að vinna mjög mikilvægt þarft starf að eins og bara hvernig á að skrá loftslagseiningar. Ég held að það sé mikilvægt að fá að stjórnvöld koma að því, að því að það eru núna það eru til margir mismunandi staðlar hvernig á að skrá loftslagseiningar. Þetta nokkurn veginn eins og það var ég man eftir því þér kannski ungi til þess að þegar menn áttu annarkvort VFS eða beta-vídeótæki. Þetta svona staðlastríð. Bara hvað það sem mun verða ofan á, og það svolítið mikilvægt að ná þessu fram og það ekkert sjálfgefið að besti staðallinn vinni. Sjáið, þeir eru með tölvuveðnir framan ykkur, það var eitt staðlastrið hvernig þetta lyklaborð að líta út. Þeir eru með, allar tölvur eru með þetta hvert í lyklaborð og þið sjáið bestu puttarnir á Q2-fallaf uppsvörun í, bara stafir sem notið aldrei. Og ástæðan fyrir því það bara tæknin var svoleiðis þegar lyklaborðið var búið til að ritarar voru orðnir svo fljótir að skrifa að hamrarnir á ritvélunum þeir festu og flæktu blekborðan, þannig að lyklaborðið var vestað. Í alvörinni? Bara það var að reyna að gera þess hægt og hægt var, þess að puttarnir á vestu stöðunum. Og þið getið, ef þið googlið, þið getið keypt lyklaborð sem búið besta, en það er bara svo kostnaðarsamt að skipta. Þið kunnið að skrifa svona og það er bara erfitt að skipta. Og einhver leiti þetta að gerast núna varðandi þessu loftslagsmálin, bara hvernig á umgjörður að vera, hvernig á ramminu að vera. Og þar náttúrulega muni stjórnvöld þurfa í alþjóðlegu samhengi líka, stjórnvöld og alþjóðlegu vettvangi að gegna líki hlutverki bara til að segja að taka á smálum. Þetta er alþjóðlegt vandamál, alþjóðlegt verkefni og hver og ein þjóð eða hvert og eitt fyrirtæki er bara lítið púsluspil í þessari heildamynd. En þetta er bara verkefni sem við þurfum að einhenda okkur í. Já, ég lendi á spjallindaginn við aðeila sem var einmitt að greina sem sagt akkurat hversu græna fjárfestingar væru og hversu grænt þetta væri allt saman og við komum til að talaði svolítið eins og þetta væri, menn væri ekki alveg búin að festa fingur á þetta væri svolítið mikið slembi og áluttanir og það vantaði þetta regluverk sko, þennan ramma. Það er ekki búið að ákveða hvort þessi VFS eða beta. Við erum pínlítið þar, en það gerir ekkert, við getum samt ekki sagt það af því að það er staðan, að þá sé þetta ekki mikilvægt. Við þurfum bara að flýta okkur að komast á réttan stað til þess að geta farið á stað og unnin hlutin áfram og eins og ég sagði áðan að við í bankanum hjá okkur erum búin að vera hitta töluvert mikið af erlendi fjárfestum. Þar sem hefur komið, eitt af því sem komið mér mest óvart á þeim fundum að það er líklega svona, kannski ekki alveg 50% en hátt í 50% spurningum sem við fáum snúast grænmálefni. Bara evrópski fagfjárfestar að þetta er komið töluvert mikið lengra þar heldur en hérna heima. Þannig að og það eru svona spurningar sem getur sagt, þú kemst ekkit upp með að svara bara með því að þetta hugtak sem nota greenwashing að menn setja græna lita á eitthvað. En menn eru í alvörunni að kafa onni þessa hluti. Já. Þú starfaðir án endurgjalds fyrir hlutafjárútboð Icelandair í september 2020 og það var talað um það sem þjóðslega mikilvægt verkefni. Af hverju? Ég gerði það svo sem ekki en Kvika gerði það. Já. Að bankin bauð Icelandair að aðstofa félagið bara í þessum mikilvæga verkefni og hugsunin var að hugsunin saman sem var svoleiðis að og aftur, maður notar þetta sem svona kannski veg að ég er sem sagði áðan að ég er akureyringur og ég held að það sé ekkit mikilvægt fyrir landsbyggðina, þetta er samgöngur og fjarskipti og við í svona heimsækkerfinu erum bara landsbyggð, ég held að það sé ekkit mikilvægt fyrir Ísland, þetta er samgöngur og fjarskipti og þarna var í sjálfum sér bara samgöngunar okkar að fara og það voru alls konar hugmyndir sem var verið að ræða og það var töluvert verið að ræða svona bæði opinberlega og manna á milli að það væri bara rétt að láta Icelandair
fara eins og kannski gömlu bankarnir gerðu hérna 2008 og stofnaði nýtt félag á grunni Icelandair en náttúrulega eins og ég hugsaði þetta að efnahagsreikningurinn hjá Icelandair er náttúrulega ekki nærri því jafn stór eins og bankarnir þannig að þjóðhagsleg áhætta að fara þessa leið væri gríðarlega mikil og ég hringdi þá í Boga, forstjóra Icelandair og sagði honum að ég hefði áhuga á að við myndum aðstoða þá við þetta og mér finnst mikilvægt að við gerðum þetta af því að við værum líklega eini bankinn sem var ekki með mikla fjárhagslega áhættu á Icelandair við vorum í sjálfum sem bara með sama og enga fjárhagslega áhættu töldu það saman, þetta voru fáar miljónir náðu ekki 50 miljónir svona beint og óbeint og hlutfarslega sem við kynntum svo í uppgjörum hjá okkur hlutfarslega vorum við líka með tiltölulega litla áhættu á íslenska ferðaþjónustu þannig að þetta var miklu frekar hugsun hjá okkur að við störfum aðalega á Íslandi og þetta var bara mikilvægasta að okkar mati verkefni til þess að bara íslenska hagkerfi myndi aftur ná viðspyrnu eftir COVID og það er svo svoleiðis að þegar það er, getur sagt, eitthvað sem skiptir miklu máli þá viltu frekar taka þátt í að finna lausnina frekar heldur en að bíða og horfa á eitthvað aðra að gera það þannig að og þetta var mjög krefjandi verkefni þetta verðum miklum tími í þetta og ég hef ekki fundað með Boga og hans fólki nánast daglega í maður ekki hvað marga mánuði, 6, 7, 8, 9 mánuði og þetta var svona líklega áhugaverðasta verkefni sem maður hefur tekið þátt í sem maður bara hóf að starfa en þetta er heppir að setja fundið með Boga það er skemmtilega maður sko það er margir verið til að dela fundinu með marga mánuði líka sko, okkur langar aðeins að þú útskýrir sko fyrir okkur, ég með smá að sem við reynum sko að pleysa Kviku einhvern veginn sko á samkeppnisásnum. Þú veist, ég tekið það síðu Kviku, tilgangur Kviku er að auka samkeppni og einfalda fjármál viðskiptavina með því að nýta innviði og fjárhagslegan styrk. Gildi Kviku er langtímahugsun, einfaldleiki og hugrekki. Félagið leggur áherslu á að hugsa til framtíðar og stuðla að sjálfbæru samfélagi með virkri þátttöku. 5 tekjusvið, 2 sem reikir undir nafni Kvikubanka og 3 sem reikir undir dótturfélögum undir eigin vörumerki. Sko, margir þegar að vera að tala banka á Íslandi, þá eru rosalega margir sem að horfa bara á það 3 og svo sé Kvika einhvern veginn banki hinna ríku. Hvað vísar því til föður og svona? Við erum mikið í fjárfestinga umhverfinu og við erum hlutvarslega meira á verðbréfa markaði heldur en hinni bankarnir en við getum ekki sagt kannski að okkar starfsemi í verðbréfa hlutanum er kannski svipað stór og hjá hinum bankunum en bara annað er minna við höfum valið þá leið að og þá við hugsaum bara viðskiptalíkan og þá er aftur að segja það er ekkert endilega til eitthvað rétt viðskiptalíkan en við gætum, ef við ætlaðum að einfalda hlutina mjög mikið þá getum við sagt að það eru til 2 gerðir af bönkum og við erum líka með tryggingafélag hjá okkur og annað en ef við hugsaum bara bankahlutan að það eru til 2 gerðir af bönkum í heiminum þetta er mjög mikil einföldun en það eru bankar sem gera allt fyrir alla bara með þessa allsherjar vöru frambóð eða þjónustu frambóð og þannig að bara viðskipturinn geta gert allt hjá þeim banka eða þá bankar sem velja að gera sumt fyrir suma og við getum sagt ef við hugsaum þetta bara í öppum að þá er þessi frábæru stóru banka upp allra 3 bankana sem er bara frábær hvort það er ekki lengur að fara í útibú að það er þið sjá að það er að gera allt í appinu og það er svona dæmi þá um bankar sem eru í þessu viðskiptalíkan að gera eiginlega allt fyrir alla meðan við erum kannski frekar í því hinum ásnum að bara gerum sumt fyrir suma veljum hvar við ætlum að keppa og við getum sagt að eins og ef við hugsaum ef ég hugsa bara fyrir mig sjálf á mig að ég nota ég er hjá ég starfaði hjá Arion, ég er ennþá með viðskipti sjálfur hjá Arion og appið er frábært en það að ég geti sagt, ég nota þrennt í appinu ég millifæri ég borga reikninga
og áður en fyrir til útlanda þá gáði eitthvað PIN-númerið mitt annað nota ég ekki allt annað sem í appinu bara að gera appið verra fyrir mig af því það bara flóknara það bara þetta sem en svo, þannig að við getum sagt að það er eitthvað fjármálafyrirtæki út í heimi sem að fara þá leið að taka þessi stóru upp sín þá og brjóta þau niður í færri upp þá sér verðbréfa og það er ekkit endilega réttara eða rángara það bara annað viðskiptalíkan og þetta má eiginlega segja sko ég held að ef við hugsaum okkur sem banka við erum svona 2-3% markaðshlutdeild ef við hugsaum innistæður og útlán þannig við getum sagt í mjög einfaldari mynd að þá viðskiptalíkan að gera allt fyrir alla kannski við 95-97% markaðshlutdeild í Íslandi það að gera sumt fyrir suma með 23% markaðshlutdeild og ég held að markaðshlutdeild þessa viðskiptalíkans sem ekkert endilega réttar en hitt bara annað það muni vaksa það meir en 2-3% sem svolítið svipað eins og þegar ég var allast upp á Akureyri að þá vissi maður sko eiginlega hvað stjórnmálaflokka foreldra vinamanns kusu eftir hvað tóku bensín bara mann gerð þeir sem fóru SO þeir kusu Framsóknarflokkinn þeir sem fóru Skeljung þeir kusu Sjálfstæðisflokkinn svona var þetta bara þegar ég tek bensín ég fyrir bara næstu bensinstöð og það er kannski bara hvernig viðskiptalíkun er að breytast og við nefnum kannski svona konkrét dæmi bara eins og hvað er hægt að gera með því ætla bara að velja hvað það ætla að keppa og nefndir eins og það sem við viljum gera auka samkeppni sem við höfum einhver leiti að vera að gera með alvörum hætti að eins og þegar fórum á stað með auði innistæður á netinu að þá var staðan það svoleiðis að þá var reyndar vaxtastig svona svipað og það er núna og þá var staðan svoleiðis að við vorum ekkert á þessum retail innlánsmarkaði og við vorum að fjármagna okkur í stærri innlánum á sirka 4% vöxtum þá stóru bankarnir voru að fjármagna sig líka svipað þar í kringum 4% vexti vextir hjá óbundum reikningum fyrir einstaklinga voru tveir bankarnir voru með 0,2-0,3% vexti og eitt var eitthvað aðeins herri við vorum að borga 4% vexti fyrir fagaðila og stóru bankarnir voru líka að borga 4% vexti þannig við hugsaum bara, við erum ekkert á þessu markaði okkur borgum við ekki bara þessum einstaklingum litlu líka bara 4% vexti bara kannabalismin fyrir okkur er engin þannig að sjálfum sér samkeppnin borga 0,2-0,3% við byrjum að borga 4% vexti og svo hefur við mælt bara hvaðan innistæðunar hafa komið núna er rúmlega 40 milljarðar í auði að þetta er innan við milljarður sem hefur komið af reikningum frá Kviku þannig að 39 milljarðar pluss eða 40 milljarðar er að koma frá hinum böngunum en þetta er samt með við innlánsmarkaði þá er þetta bara smámál en fyrir okkur skiptir þetta mjög miklu máli og fyrir aðila sem hafa lagt fjármuni inn á við og fengi mun hærri vexti heldur en annars geta fengið og svo núna erum við að borga allavega hæstu vextina sem hægt er að fá og við höfum látið þetta fylgja bara stýrivaxtahækkunum það eru sumir sem eru sko að fá hærri innlánsvexti á auði heldur en þeir eru sumir sem eru að festa íbúðalán sín sko þeir eru með hærri innlánsvexti sko þarna er það ekki líka smá kannski falin fjármögnun sem kannski fólk áttar sig ekki alveg á er að besta og no risk fjármögnun banka eru innlán Jú sko það innlán eru þetta er náttúrulega bankakerfið er pínuflókið og ef maður einfaldar að svolítið bara hvernig banki virkar það má eiginlega segja að það er í einfaldari mynd svo kannski flækja aðeins að þá til þess að banki geti lána peninga þá þarf hann að hafa lausafé og eigifé og innlán eru lausafé en það skiptir máli hvernig innlán eru eins og þess innlán fjármálafyrirtækja hjá öðru fjármálafyrirtæki eða innlán lífeyrissjóða hjá fjármálafyrirtæki nýtast ekki neitt þau telja ekki neitt sem lausafé en þá skiptir máli að geta bundið innistæðunar ef innistæðunar eru bundnar þá nýtast þeir til útlána og svo þarf þetta að vera þá eigifé til þess að sem er þá getur sagt er sjálfsög hluta félagana sem liggur þar undir og en innistæður einstaklinga drifð, söfn, innistæður einstaklinga er gríðarlega góð fjármögnun fyrir banka Já, mér sko ég vann lengi í þjónustöfunni á Landsbankanum og til þess að fólk skiptum banka, bara venjulegt fólk þá þarf oft ansi mikið til sko þannig að þegar þið farið að stað með auði og bjóðið bara vexti sem að þekktust ekki hvernig fannst þér
þáttangan koma þér óvart eða? Já, gekk bara frábælega og það var aftur tölum þessu viðskiptalíkun allt fyrir alla, sund fyrir suma Já. að fólk þarf ekki að skipta banka Nei. Bara það að þú byrjar að taka bensín hjá öðru olíufélag þarf ekki að hætta að kaupa bensín á hinu Nei. Þannig að það var bara nálgun hjá okkur að þú þarf ekki að hætta þú bara getur keypt þjónustu okkur líka Algjörlega, já og það er fínt bara aðeins að vekja athygli á því að þú þurfur ekkert að skipta banka þá þú setur inn á annan bankareikning, algjörlega en ef við rennum aðeins yfir dótturfélag Kviku þá eru þau eftirverandi TM, Lykill, Netgyro sem eru nýjustu vinir Kat frábær þjónusta og Aur og Auður það þekki allir TM en þetta er eitt stærsta tryggingafyrirtæki landsins byrjum á því að þetta er allt afar ólík fyrirtæki hvernig takið ákvarðanir það hvaða félög þið hafa á að fjárfesta í? Ég má segja, við höfum frá því bara Kvika var til þá höfum við verið að farið í gegnum ansi mörg kaup og samruna á félögum og þetta hefur sjálfum sér verið svona 2 strategískar ákvarðanir sem við tókum. Það var fyrst að byggja upp eignastýringafélög þannig að þá fjárfestum við og keyptum og saminuðum þá inn í Kviku og svo síðar inn í dótturfélag banka sem heitir þá Kvika eignastýring mikið af þessum minni eignastýringafélögum á landinu og núna er Kvika eignastýring eitt öflugast eignastýringafyrirtæki á landinu og svo á undanförnum árum að þá höfum við verið að leggja áherslu á að bara bankin verði banki þannig að við höfum verið að leggja áherslu á að kaupa sameina félög sem eru með lánasöfn eins og bara stærsti samruni við TM að TM átti dótturfélagi Lykill og Lykill var náttúrulega bara hlutfallslega tiltölulega með stórt útlánasafn og það gríðarlega samleið sem felst í því að sameina banka og lánafélag og sama með taldir upp Netgyro og Aur að bæði þau félög voru líka með útlánasöfn tiltölulega lítil en þetta voru líka tiltölulega lítil félög og þau félög voru að fjármagna sig á fjármagnskostnaður bankans miðað við fjármagnskostnað þessara félaga fjármagnskostnaður bankans ekki verið svona 20-30% af fjármagnskostnaði þessari félaga það var gríðarlega samleið sem fólst í því að samin þessi félög. Myndirðu ganga svo langt að segja að Aur og Netgyro séu smálánastarfsemi? Nei, alls ekki. Nei. Alls ekki. Aur og Netgyro eru mjög mikið í og kannski fyrst og fremst í vörukaupa lánum og Ég hef oft pælt, sorry að ég gerur fram fyrir þér ég hef oft pælt í með Aur hvað græðið þið á því að ég millifæri 1000 kall inn á leif af því að það er engin þóknun tekin frábær spurning ég pæla oft í þessu þetta er pínu hættulegt viðskipti líka að tapa okkur yfir einustu viðskiptum en þetta náði upp á magninu sem og það má alveg segja viðskipti líka hjá Aur að hjá Aur svo bara, vitið þið hvað haldið á Aur sem marga viðskiptafinni? Örgulega alla, það er bara fárult mann ég ætla að gíska þú veist ég er að fara eiginlega með að segja allt og hátt en ég ætla að segja 200.000 210 Já, þeir eru greinilega svona aðeins öðrum aldri heldur en ég þetta er rétt rúmlega 100.000 aðilar sem eru nota Aur sem er alltaf svakalegu fjöldi samt og en þetta fer mjög mikið eftir aldri þetta er svona upp á svona 24, 5, 6 ára þá er markaðstöðunni kannski 80-90% svo dettur hún niður og er orðin kannski man ekki nákvæmlega 20-30% þegar fólk þegar þetta er orðin svona á mínum aldri og en Aur, þegar við keyptum Aur þá var Aur samt reki réttu megin við nullið og það var út af því að Aur var bara með lítið útlánasafn og Aur var í samskiptum og var í samstarfi við einhver smásölu félög sem fólk var að kaupa síma eða eitthvað annað og borgaði með og dreifa greiðslunum á 12 mánuði og það í sjálfum sem gerði það verkum að félag var ekki réttu með við nullið en eins og við horfum á það er í sjálfum sem tækifærið okkar núna að vera með þennan gríðarlega stóra viðskiptamanna grunn að vera með 100.000 mann sem eru að nota Aur og hvað getum við gert við þennan viðskiptamanna grunn hvernig getum við útvíka þjónustuna í þessu viðskiptalíkani ekki gera allt fyrir alla heldur sumt fyrir suma ykkur aðra leiðir heldur en við gerðum með Auði
þar sem hækkuðum innlánsvexti hérna á landinu alveg helling. Bara, hvað getum við gert fleira? Hvað getum við gert fleira til þess að sé svona, getum við kallað svona aur-effekt í því? Já. Að fólki langar að taka og getur sagt byrja að nota aur. Af því að, sko, ég held að oft tala fjártækni. Hvað fjártækni? Fjártækni ekki bara skeggjaður maður á hjólabretti. Það þarf eitthvað til að ná árangri í fjártækni og ég held að það þurfi tvennt. Það þarf að vera svona, getur sagt, þægilegt, bara góð þjónusta þægilegt að nota, sem öll stóru bankan eru frábær, gríðarlega þægileg. En þau hafa samt lítið breytt markaðshlutdeild bankana. Já. Það búið að verja gríðarlegum fjármunum í að gera þjónustu bankana bara miklu aðgengilegri og nútímalegri og bara frábært, en markaðshlutdeildin breytist lítið. Af hverju tókst okkur að breyta markaðshlutdeild með auði? Auður uppfyllir þetta skilyrði. Bara einföld og þægileg. Ekki þegar fólk sá ávinningi í því? Það var hitt skilyrðið, betra verð. Já. Sorry. Það er bara frábært, en það er það sem við viljum. Já. Það er sem okkur langar að gera með auður, að vera með þá fleiri þjónustur sem eru með ykkur svona, getur kallaðum að slettir, auður-effekt sem kannski svipað og við gerðum með auði. Já. Bara til þess að fólk ákveði að það vilji byrja að nota þetta, ekkert endilega hægt í bankanum sínum. Nei. Það er ekki okkar markmið. Við erum miklu frekar eins og bensinstöðin bara sem við viljum bara fólk stundin til okkar. Ég ætla að spyrja þig bara að ég hef aldrei, ég hef oft pælt í þessu. Getur Jón Jónsson sem er að vinna á Sorpu með 500 skall á mánuði, getur hann bara stofnandi viðskipti á Kviku? Hann getur komið í aur. Hann getur komið í aur, já. Og auði. En hann getur ekki stofnað bankareikning hjá Kviku? Sko, þú getur fræðilega sér gert það, já. En það er ekki markkópurinn okkar og það er dýrt. Við erum með, kortin okkur er dýr, bara þjónustan fyrir svona aðila er bara betri á hinum bönkunum. Ok. Þetta er svona eins og svona svipað eins og kannski að segja að getur þú tekið, nú er ég komin kannski hálan í það, ekki ekki en bara, getur þú tekið bensín eða dísilolí á einhverju flutningabíladælu? Þú getur það, en það er bara ekkert skynsamlegt því að stúturinn passar ekki í. Okay. En já, hvernig ganga þessi fyrirtæki almennt? Ef við tökum til dæmis hvernig margir já, þú veist, TM, þetta hlýtur að vera þetta er ekkert auðveldur samruni, þetta er risa stórt batteri. Já, sko, TM samruni gekk samt alveg frábælega. Og og það var að segja það var samruni Kvika og Lykill samrunust. Lykill var að hluta af Kviku, en TM er bara áfram TM. TM er bara dótturfélag með framkvæmdastjórn og stjórn. Já. Þannig að það var kannski minni breyting þar, en einhverja breytingar, bara að vera reyna að ná samleið með svona sameiginlegri þjónustu, starfsmannahaldi, tæknimálum og öðru því líku. Svo varandi svo Aur og Netgyro við saminu það inn í bankan og þar var verið að klárast núna í seinustu viku þegar samkeppniseftirlitið fjármálaeftirlitið veitti Rapid heimild sem var virkan eignarhlut í Valitor, að þá kláruðust þá seinasta skilyrði til þess að á kaupum okkar á stórum hluta af viðskiptasamböndum Valitor, sem er þá, getur sagt, á einhverju leyti á svipuðum markaði og við erum með Netgyro og Aur á. Því að Netgyro sem er greiðslulaust, sem eru í mjög mikið að söluaðilum. Eins og við fundum það að á þessum dögum Black Friday, Cyber Monday og Singles Day, á eitthvað þessum dögum þá hrundu kortakerfin inn á landinu. Netgyro virkaði. Já. Og þá sáum við bara að það var töluvert af fólki sem var að skrá sig þar inn, að þetta var bara annað greiðslukerfi. Og þetta finnst okkur svolítið áhugavert, að bara söluaðili, þó að greiðslukerfi munum breytast að ókomna tíð, þá munum menn þurfa að nota kortin líka, þó að hvað annað taki við líka. Að geta verið með, getur svo boðið upp á þá Visa og Mastercard sjálfum sér þjónustu eða kortaþjónustu, ásamt því að vera með þá með Netgyro eða eitthvað annað. Þannig að það er svona tækifæri sem er svona einna spenntastu fyrir núna. Já. Okkar menn er Netgyro-legur. Já, það er okkar menn. Það er dálítið mikið verðbréfatips fólki sem er að hlusta á okkur. Þeir eru með spurningarna. Þeir segja
Hlutabréfaverð Kviku hefur lækkað rúmlega 4% frá áramótum. Hvernig stendur á þessari miklu lækkun? Kvika hagnaðist 10,7 milljarðar á síðasta ári og arðsemi fór 35%. Heildareign bankans tvöfölduðust yfir á 21 sem líklega vegna samruna við TM og Lykil. Hvernig stendur á þessu? Ætti ekki gengi einmitt að vera að pumpast upp og af hverju eldri Íslinga kaupöldum bara allar US og Evrópu kaupöldum? Nokkra spurningar saman ef maður byrjar svona kannski bara einhver röð í þetta þá er það alveg rétt að íslenski markaðurinn hefur verið svona í undanförnum vikum og mánuðum í meira mælin áður að fylgja verðþróun erlendis og mínum að þetta er það bara eðlilegt og ástæðan er að það er bara mikil óvissa bara í heiminum og hvaða afleiðingar þessi hræðilegu atburðir í Úkraínu hafa, hvaða afleiðingar það hefur á bara verðbólgu í heiminum, vexti í heiminum, gengi gjaldmiðla og það er í sjálfum sér svona, og það er auðvitað það vonda sem við verðbréfamarkaðinn þegar vera að tala ef aðeins byggja sér upp eignasöfn að dreifa áhættu, eiga mörg verðbréf, þeir ekki með öll leggin í sömu körfunni, að þegar það gerist eitthvað sem hefur áhrif á öll verðbréf þá er svona tilhneiging til þess að áhættu dreifingi minnki svona fræðimáli þá má segja bara að fylgni verðbréfa fylgni áherslu verðbréfa vaxi mjög mikið á óvissutímum og þannig að það að eins og ef það er góður dagur erlendis þá er mjög líklegt að það veri góður dagur í Íslandi og öfugt og en ef maður hugsar verðbréfamarkaði núna og setur kannski í samhengi með að við höfum alveg farið í gegnum óvissutíma áður svo við setjum þetta bara, berum þetta saman svo kannski við þegar COVID byrjaði að þá hafði ég nú töluvera áhyggjur af svona bara virkni markaðarins að því að veltan fór það var mjög lítil velta, mjög mikla lækkanir aðeins sem voru með stöður áttu erfitt með að breyta þeim og svona það var bara að mínum mati markaðsbrestur staðan er allt önnur núna er velta og markaðurinn er að virka eins og markaður á að virka og þegar það er óvissa þá er bara eðlilegt að fjárfesta vilja fá greitt fyrir þá áhættu sem þeim taka og það gerir það verkum að bara verðbréf lækki í verði og hafa gert það alls þar í heiminum, Íslandi eins og annar staðar en það að veltan hefur haldið það er svona þroskamerki fyrir markaðin og að sína markaðin sé að virka og við setjum það eins og inn í félagi hjá okkur við erum með fyrirtækjaráðgjöf sem vinnum við það að aðstoða fjárfesta fyrirtæki við að kaupa önnur félög eða ráðast í fjárfestingar eins og þegar COVID byrjaði þá nánast þurrkaðist verkefna bara lagarinn að verkefna pípan upp og bara það þurfti bara að byrja upp á nýtt það er ekki staðan núna er staðan svoleiðis að verkefnum pípan hefur líklega aldrei verið betri þannig að viðskiptafélaginu er ennþá til staða núna en einhver leita á lægri verðum en svoleiðis á markaður að virka bara óvissan gera verkum að það er einhver sem sjá tækifæri í óvissunni og vilja gera eitthvað þannig að mér bara mínum mati að mér finnst þetta styrkleiki fyrir markaðin að hvernig hann að bregðast þér svo getur maður hægt að aðra skoðinni átti þetta verðbréf að hækka eða lækka meira eða minna og ég það er svona fyrir reglu að tjá mig ekki beint verðbréfaverð Kviku, ég held að það sé hættulega leikur, mitt verkefni er að hugsa reksturinn og eins og nefndu á þarna hann hefur svona bara gengið vel. Algjörlega, 4% í dag en það var líklega því að hann var komið þáttinn til okkar. Sjáum hvað gerist þegar hann droppar. Já, 10%. Já, sennilega vonandi. Ég spurði Boga þessu líka þú þarft ekki að svara þessu en hversu mikil áhrif hefur verðið á þig minnst þú svefn í þá var ég nú með Boga Nei, og það er bara það er bara stór hættulegt það væri og maður þarf að verkefni er að hugsa reksturinn og markaður er bara markaður og hann er í eðlisinu, hann horfir til skemmri tíma heldur en þarf að horfa í rekstri félaga og það eru einn af veikleikunum við að vera skráð á markað af því það gerir náttúrulega af því að ég veit það bara auðvelt að segja það truflar mikið neitt og ég hugsa ekkert þetta það er bara ekki staðan að
þú þarft að aga þig að hugsa ekki það. Já, þú mætti ekki bara... Það ákvörðun og maður þarf að hugsa bara hvernig getum við þróa reksturinn sem best yfir lengri tíma, af því að ef við værum alltaf að hugsa að besta næsta ársfjórðung, þá myndum við ekki gera neitt. Þannig að en þetta einn af göllunum við markaskráningu, það bara, og það búið að skrifa hellingagreinum það í heiminum, að það er hægt við því að það leiði til þess að tímarammi stjórnanda verði styttri en eðlilegt eða styttri en skynsamlegt er. Má ég segja að hluthafarnir séu smá yfirmennin þínir, eða þú skilur hvað á við? Já, þú veist, þetta er alltaf svolítið, stjórnskipun er svolítið að hluthafar ráða stjórn sem ræðu mig. Já. Og þú veist, þannig en umboðið, þetta sótt til hluthafa, bara eins og stjórnvöld sækja umboð sitt til kjósenda, að þá sækja félög sem skráður á markað umboð sitt til hluthafa. Klart mál. Aðeins Beiglan Kó. Já. Laxa Beiglan, hún mitt upp á allt. Ég mikið aðabrjanda marinn ef hann vill það, sko. Já, auðvitað vill það. Hann fær 2 stykki. Já. Þeir eru mjög góða beiglur. Hvað? Ef þú þurftir að setja beigluna núna, Marino, hvað myndir þú setja á hana? Bara ekki kokteil, hvað er þetta, kúriki? Setja kúrikakásuna? Nei, ég myndi setja alltaf smörost og skinku eitthvað. Já, það sem til í skánum bara. Smörost og skinku, já, hljóma vel. Beiglan Kó, þeir eru í Hagkaup í Skeifunni, hrikalega góð staður. Þetta talandi dómsdagsspá. Já, talandi dómsdagsspá. Er búið að skemma hagkerfi heimsins með endalausu peningaprentun og útblæstri á efnahagsreikningum Seðlabanka? Já eða nei? Sko þetta er auðvitað svoleiðis að þetta er alveg góð hugsun og spurning í sjálfum sér að og þetta var gaman að heyra svo Ásgeir Jónsson svara þessu, sko, hvað honum finnst þetta, en ég sem kannski sem leikmaður, eins og ég hugsi það að þegar maður hugsa oft þetta, að við vitum ekkert hvað ef þetta ekki verið gert, hvernig væri staðan. Það er ástæða fyrir því að þetta var áðust í þetta. Það var byrjað á að sjálfsög blásu upp efnahagsreikninga Seðlabankans eftir 2008, að bjarga fjármálakerfi heimsins, og svo var aftur haldið áfram að gera þegar COVID byrjaði. Hvernig væri staðan ef þetta ekki verið gert? Og öðru óbreyttu, ef við getum sömu stöðu núna með minni efnahagsreikninga Seðlabanka í heiminum, það væri örugglega betra. En væru við í sömu stöðu núna sömu stöðu núna ef það ekki verið gert og en ef við horfum eins og kannski á Íslenska Seðlabanki fóru náttúrulega mjög lítið þessa leið, efnahagsreikningur Íslenska Seðlabankans miðað við svona aðra seðlabanka hlutfallslega lítill. Þannig að tól og tæki sem Íslenski Seðlabankin hefur eru mörguleiti, getur sagt, meiri heldur en margra annara af því að það var ekki farið þessi leið. Já. Þú talar opinskátt það að þú býst við aukinni samkeppni á fjármálamarkaði. Við sjáum til dæmis Indó sem er að mæta núna og er að bjóða upp á fría færslur og betri vexti og svo framvegis. Þetta er náttúrulega frjálsa bankakerfið það sem að þriðjali hefur aðgangum. Hvernig horfa þessi tíma við og þessi breyting? Bara frábært tækifæri. Og eins og stundum eru spurður Indó og ég hugsa bara frábært að fá það á markaðinn og við erum með Kvika eftir hvernig við teljum 3-4-5% markaðshlutdeild. Ætla nýr aðili að fókusa á aðila sem eru að borga núna hæstu vextina á 3-4-5% markaðshlutdeild eða á okkur aðra. Þannig að ég held að það væri bara mjög áhugavert fyrir okkur þegar þeir koma á markað. Já. Heiða Guðjóns talaði það í spjalli við okkur, hann held að fjármálaþjónusta eftir einhver x mörg ár nánast eingöngu sjálfvirknivædd. Það er að segja að fólk þyrfti ansi fá starfsmenn og í stað þeirra væri nótu gervigreind og fleira til að þjónusta fólk og taka lána á hvernig og annað. Hvernig horfir þessi skoðun við þér? Þetta náttúrulega bara er þróun sem er í gangi. Já. Þannig að og það náttúrulega miklu færri sem koma til þess að lána ákvörðu núna, eins og bara ef þið býðum yfirdrátt í bankarum ykkar, það er væntanlega talva sem ákvöðu það. Láttum við þetta og sinni þetta. Já, það er algjörlega þannig. Ég er búin að vera í þjónustörinu núna 2 ár og ég tók bara eftir þessum 2 árum hvað þetta hefur breyst mikið, sko. Já, en verður þetta samt þannig, sko, það sem ég meira pæli bara að segja bara, heldur að verða ekkert þannig bara að bara eitthvað fyrirtæki er að byggja milljarð í lán og það sé bara, verður ekki alltaf að vera eitthvað human? Ég held þessi svoleiðis að, sko, maður
aldrei að segja aldrei en hérna þróunum verði fyrst í svona stöðluðum lausnum bílalánum, íbúðalánum veðlánum og fasteignir geta alveg verið stór ef þau eru svoleiðis en leið og eins og ég sitt í lánunefnd bankans það er ekkert auðvelt að held ég mikið af lánveitingum sem er verið að lána það er ekkert alltaf auðvelt að þú verður að setja þetta inn í einhvern algoritma sem ætti að koma með niðurstöðu það sem verður að biðjum þannig að allavega en getur sagt sjálfvirk ákvörðuntaka fyrir staðlaðar þjónustur, staðlaðar vörumun án alls ef að byrjaði að vaksa meira. Já. Tómas Þóroddsson með næsta spurningu. Hann alltaf kokkur af Guðsnáð og ég hveti ykkur til þess að kíkja messan eða þið leiði þjá á Kaffi Krús á Selfossi. Ríkilega góð matur en hann spyr hvort þú sett stuðningsmaður íslensk krónar? Þetta er nú góð spurning. Að ég held að þetta sé svona þetta er eins og svo margt annað að það er oft erfitt að svara flóknum spurningum já og nei. Ég held að íslenska krónan hafi hellingakostum fyrir okkur og hellingagöllum. Og þú veist, ef við talum bara stærsta gallan að íslenska krónan er náttúrulega bara skattlagning á almenning og fyrirtæki á landinu. Bara það kostar alveg ótrúlega mikið að breyta krónu í mynt í einhvern annan gjaldeyri og þannig að það er mikið til þess vinnandi að vera fyrir hagkerfið að vera ekki með krónu en svo aftur á móti hinum megin að það myndi taka frá okkur möguleika á mikilli hagstjórn þannig að ég sakna svolítið varandi þetta bara svona dýpri og yfirvegaðri umræðu kostin og gallana því að mér finnst mjög sorglegt þegar maður heyrir eitthvað tala krónuna til dæmis, maður veit eiginlega fyrirfram áður hann byrja að tala bara út af því hvað hann stendur bara hvað hann muni segja og annarkvort er allt hræðilegt við krónuna eða allt frábært við evruna og ég held að þetta bara sé ekkert svolítið smáli, ég held að þetta sé bara kostur og galla við bæði og hvort er betra ég held að ég myndi telja að í núverandi umhverfi þess að staðan akkurat núna þá er krónur örugglega betri fyrir okkur svo þetta var 2008, þá var örugglega evran betri fyrir okkur þannig að þetta er bara örugglega mismunandi á mismunandi tímum en þetta er svona heildarhagsmun og mat yfir umræða bara það vantar að gera hana vel svara algjörlega frumherramenn þeir vilja að fá skoðun það er rosalega að myndi droppa þessari já, þeir eru náttúrulega fremstar á svið skoðana og hvetjum ykkur til þess að kíkja með bílinn skoðun sérstaklega ef að bílnum er enda nú á 7-unni, jafnvel 6-unni það væri nú öllu verra sko 6-unni, guðblessi beint í skoðun en þeir vilja fá powerrank á bönkunum það er að segja hvernig þið finnst þeir vera að standa sig Arion, Landsbankin og Íslandsbanki hver er að standa sig vel, hvað er að gera vel og hvað er það að gera sig í brók ég held að sé allir að standa sig alveg ágætlega þar sem þeir eru bara mismundi styrkleikar bara finnst Arion búin að vera á áhugaverði vegferð bara mikla breytingar og búin að vera að ná árangri Landsbankin hefur líka verið bara öflugur sérstaklega svona útlána megin stór og svo hefur að mínum mati eins og bara Íslandsbanki verið svona öflugur markasfélag bara verið svona hafa náðu að vinna mjög vel með ímynd sinna og annað þvílíkt þannig að þetta er búið að vera erfitt núna undanfarið en svona ef maður horfa aðeins fram hjá því að þá þetta er bara eins og heimurinn hann er ekki bænari breytur þú veist það er allir bankarnir að gera eitthvað vel og eitthvað sem allir geta gert eitthvað aðeins betur algjörlega, hann er Arion bestur það er aldrei satt að gera eitthvað vel ég meina til dæmis bankasalinn á Íslandsbanka hún var ekkit fullkomlega framkvæmd en hljóta að vera sáttir eftir að hyggja með hvað við náðum að selja mikið magn á fínu verði þetta var heilmikið magn sem við náðum að en það er satt ekki bara rosa Bjarnar Ben og Jóni Gunnar að þakka já, þú veist, án þess að fara onni í saumuna þau finnst mér alveg með að vekja smá athygli á því og ég ætla að nýta mér þetta hlaðarp sem ég hef að segja bara burt sér frá öllum saumum á málinu þá bara náðu að koma út heilmiklum banka á ágætis verði sko. Já en já, fyrirgeðu Birkir algjörlega, sko hann kom aðeins inn á þetta áðan bara örsnögt, þú nefndir það í viðtali varandi þetta Rapid Kvika gert sinn besta samning í sögu Kviku kaupa ákveðna hluta á fæsluhyrningasamningnum Sameinsfélags Valitors og Rapid hvað þýðir þetta fyrir ykkur og af hverju er þetta svona góð samningur? Þetta er bara mjög áhugavert að komast inn á þennan marka svona svo við segjum í tilkynningu að hafi hverfandi áhrif á eiginfjárgrunn okkar
sem félur náttúrulega bara það í sér að kaupverðið lágt og þetta það mikið þróun þarna og það að geta þá verið með og við munum vera með mikið af stærstu félögum landsins í viðskiptum og geta þá boðið upp á í framtíðinni þá aðrar þjónustur hvort sem það að lána á lánamarkaði eða tryggingamarkaði þetta bara svona áhugaverð leið af því að það eru allir sem þurfa að nota greiðslumeiru sem að reka fyrirtæki eða ert einstaklingur þannig að þetta bara svona eigu snertingar og býr til tækifæri. Ok, flott. Algjörlega. Forverðin í starfi, Ármann Þorvaldsson talaði það að forstjórastaða Kviku feli sér umtalsverðar stjórnulega skildur og ákvað því að róa henni með hjá bankanum. Nokkrar spurningar. Hversu ánægður varst á sínum tíma að það hefði verið leitað til þín að taka við forstjórastöðunni? Það er náttúrulega mikil streita sem fylgir vantarlega líka? Já, þú veist, bara aðeins öðruvísi, þú veist, en það var nú, það var svona, má samt að segja að fljótlega eftir að tók við Ármanni þá kom alltaf ljósa, það voru 2-3 sjóðir hjá Gamma til dæmis sem stóðu verð heldur við byggust við. Já. Það var alveg, ef ég hefði setið hérna með ykkur fyrir, hvort það sjáist í ljósinu, en fyrir einhverjum 3-4 árum þá er ekki með eitt grátt hár á hausnum, en hún hefur ansi gráharður og klippari minn sagði að hann aldrei síðan neitt fá svona mikið að gráum hárum og skömmum tíma og ég held að það hefur verið bara þessi Gammasjóði voru. Já. Hvernig venjulegu dagur í vinnu hér? Ég held að sé engin dagur eins. Hann bara misjafn sko í sjálfum sér að það ég reyna að mæta svona einhvern tímann milli 8 og hálf 9 og venjulegri komin heim einhvern tímann, ég veit það ekki svona milli 6 og 7. Já. En hversu mikið ert þú með puttan í öllu samanborið við freka bara að vera með yfirsýnina? Það maður reynir að vera með puttana í svona eins litlu maður kemst upp með en maður vill svona vita mikið hvað er í gangi. Já. Og en það er auðvitað bara Ertu svona að kíkja tölvu starfsmanna hvað þið gera? Já, nei en þetta er aðeins mismunandi að þú veist, kannski það sem er mest inn í einhverjum svona smærri atriðum að ég ætla að sitja í lánanemnd og þannig að svona flest alla lánveitingar nema bara litla lánveitingar að þú veist, maður fer yfir það í smáatriðum það er svona kannski það sem maður fer mest í smáatriðin. Já. En það líka skiptir máli af því að þetta reka banka það er eitt áhættu saman sem þú gerir bara að lána út hluta efnahagsreikningnum til annarra. Já. Hvað sérðu fyrir að starfa lengi sem forstjóri Kviku? Það verður bara framtíðin að leiði ljós en þú veist, félagið búið að breytast mjög mikið. Já. Það er svo sáðan að þegar maður hóf störf þarna voru eitthvað kringum 80 starfsmenn, núna eru við með einhvers þar milli 350 og 400 starfsmenn. Já. Þannig að þetta er mikla breytingar. Stefnan alveg skýr með yfirtökur? Það er partur af dagskránni framvegis? Nei, sjálfum sér ekki. Þú veist, þetta eins og sagði kannski áðan að yfirtökurnar yfirtökur ekki markmið. Nei. Það eru leiðir að einhverju öðru markmiðum og við höfum verið að gera tvennt með yfirtökunum. Fyrst var að búa til eignastýringarfélag og svo að stækka bankastarfsemina. Þannig að, og við erum ennþá í þeim, getur sagt ennþá að huga því að við höfum alveg áhuga að stækka bankastarfsemina. Þannig að, og hluta þeirri strategi var að við keyptum 80% hlut í litlu fasteignalánafélagi í Bretlandi núna í byrjun árs. Við erum með einhverja 25-30 starfsmenn núna í Bretlandi. Já. Og það er náttúrulega bara hluta því að stækka útlána hlutana af efnahagsreikningnum. Já, algjörlega. Er einhver geiri að starfsemi langar að prófa næsta staðar og að hann verður alveg gráður? Já, mér er alltaf langa að taka einn túr í veiði þar sem ég var í gæt. Okay. Það er svona það sem ég myndi helst til að prófa. Já. Og kannski fæ ég eitthvað að gera það. Já. Hver er upp á slagsáðin? Upp á slagsáðin. Mér finnst ég lítil á rétti Víki Mýrdal, Vassá, bara pínlítil. Já. Mér finnst alltaf, það er svona minn uppáhaldsstaður. Hvenær veitirðu Maríu lagsiðin? Ég hef gerð það nú bara til þess að seint.
ég byrjaði við það, fannst mér þetta náttúrulega bara það leiðilegasta sem ég hef gert og það hefur bara verið 2005-06 eitthvað svo leis og það ég man bara eftir þegar maður að fara í þessa fyrstu viðtúra 3 daga túra og maður taldi bara vakt þetta niður bara eftir fyrstu vakta bara ég trúi ekki að 5 vaktir eftir ég held í einni fyrsta túrnum þá sett ég stóra svona tvíkrækju í gegnum vörina bara í vindi þurfti að fara á Raufarhöfn og láta taka þetta út og taka í gegnum munnin og fekk svo sterk sýklalyf og maður var bara fyrir hross sko, þannig að maður lá bara að drepast en þetta svona byrjaði einhvern veginn svona en svo einhvern veginn bara vaknar áhugin að vera út í náttúrunni og svona kemur baktería en það tók einhver ár Eina lókum, hvað er stærsta þykildi sem þú borðið á land? Fiskur ég er nú ekki ég er nú aldrei veitt mjög stóran fisk ég veitt 93-4 cm Já, ok, það er alveg það ekki það? Jú, en menn vilja, það er allir að ná þessum 100 cm Já, það er rétt Það er alveg Ertu ekki maður með mönnum annars sko en ég hef ekki gert það ennþá Bónus það er hægstæðasta vesla, það er ekki spurning mér finnst líka bara starfsfólki svo vilja Bónus vilja vita hvað Marino finnst bankaskatt hér á landi hversu erfitt fyrir íslenska banka að vera samkeppnisæfur öðrum bankum í löndum í kringum okkur með þessi blessaði bankaskattur sér íslenska reglur gera okkur alltaf erfitt fyrir að keppa og fyrir okkur miðað við stóru samkeppnisaðilana og skiptir þetta okkur aðeins minna máli að því bara hluti af svona okkar starfsemi eða hlutastlega minna af okkar starfsemi sem notar efnahagsreikningin en að því að svo eignastýring og sérstaklega eignastýringin er náttúrulega ekki að nota efnahagsreikning bankans Nei. það er mjög litlu leyti en ég heldur reyndar að sko bankaskatturinn er bara einn hluti af sér íslensku reglum þannig að ég myndi frekar orða þetta svoleiðis að bara, sko bankaskatturinn sem slíkur hann skiptir kannski ekki öllu máli en allar þessar sér íslensku reglur þær skipta töluvert miklu máli Já. Er samt ekki smá þurfum við ekki að hafa smá áhyggjur af því að Lilja Dögg kom í viðtal daginn þar sem hún sagði hún hafði miklar áhyggjur af hvað bankarnir var að greiða sér hvað er verið með mikinn hagna og svo framvegis og hún var að tala að það þurfti mögulega íhuga að hækka þennan bankaskatt þetta er ekki eitthvað sem þetta getur ekki hljóma vel í þín eyru Nei, þetta sé náttúrulega bara við erum að vera með svona fyrir sjáanlegt regluverk og það þú veist eins og bankaskatturinn að skattleggja skuldir er náttúrulega bara svolítið skrítið og að sett kannski á öðrum tímum og samaskapi líka að það eru ef við berum saman sko íslenska banka við evrópska banka, skandinavíska banka sem eru til þess að keppa á markaði fyrir stærstu íslensku félögin að þá þurfa íslensku bankar út frá regluverki að vera með miklu meira eigifé til þess að geta verið með sambærilega lánveitingar og skandinavísku bankarnir sem gerir það verkum öðru og breyttu að íslensku bankarnir þurfa að verðleggja lánin getur það dýrari og þetta er svona sem bara pólitísk ákvörðun að gera íslensku bönkum erfitt að keppa erlendis og ekkert bara erlendis heldur keppa við erlenda aðeila líka á Íslandi Hvað finnst þér Bitcoin og aðrar rafmyntir? Ég reyndar að las töluvert Bitcoin bara þegar Bitcoin kom fyrir alveg hellingárum það var örugglega, ég man ekki 2010, 11, 12 eitthvað slags þá var mér þetta mjög áhugavert og þetta er svona stundum hvað maður hefur svakalega rangt fyrir sér ég held að þetta er ekki myndir heldur þessi bálkakeðju tækni eru miklu frekar notuð í farmskrám fyrir skip eða svona flutninga og annað þvíumlíkt bara mest tækni svo áhugaverð og ég man ekki hvað Bitcoin kostaði þá $100-200 ég fannst þetta bara einhvern veginn fráleitt og maður hefði betur keypt Bitcoin þá og það sé búið að lækka mikið undanfarið en í grunninn samt mér finnst þetta samt og núna er ég að tala samt út frá vanþekkingu en í grunninn finnst mér þetta samt hálfgerð synd að það sé verið að eyða allir þessar orku í heiminum til þess að keyra Bitcoin ég held við getum allir verið sammála sammála því talandi
fjárfestingu á $100-200 Bitcoin. Hver er heimskulegasta fjárfesting sem þú gert á feldinum? Já, þessi ekki þegar ég var í háskólanum kannski var það ekki heimskulegt, ég hugsa það sko, en þegar ég var í háskólanum þá þegar áður en tæknibúlan sprakk þá keypti ég, þá notaði námslánum og keypti 1-2 tæknifyrirtækjum sem átti að vera frábær. Já. Og svo náttúrulega bara fór það náttúrulega bara í lítið sem ekki neitt þegar bólan sprakk með kvelli. Já. Og þá náttúrulega einhvern veginn hafði maður ekki efna á að gera neitt nema bara sitja og lesa sem var kannski bara fínt. Eftir að vekja. Hver er uppáhalds bókin? Ég les svona alveg svolítið. Núna er uppáhalds, sko, ef verið að segja svona uppáhalds bókin mín, þá var það örugglega bréf til Lára Þórðarson. En núna finnst mér, ég er búin að vera núna svona á þessu ári að lesa tölvöld mikið eftir Hemingway. Já. Og mér finnst núna er ég að lesa The Sun Also Rises og mér finnst hún er alveg frábær og þannig að en ef ég var að segja upp á spókin það er samt bara bréf til Lára Þórberg. Bréf til Láru, já. Mér finnst það skemmtileg klísja sem ég hef heyrt allt of oft, þetta bara getur ekki verið satt, það er alltaf forstjóri lesa 52 bækur á ári, eitthvað svona. Hvað heldur þú lesið margar bækur á ári? Nú ekki 52. Ég les alveg nokkrar. Já. Og allavega ég les allavega yfir 20. Já. Og ég en svona með árunum það er alltaf fyrir svona 15 árum kannski þá voru þetta mjög mikið til svona einhverja viðskiptabækur. Já. Ég fann að lesa mjög lítið af þeim núna. Núna er ég miklu frekar bara að lesa eitthvað annað. Algjörlega. Sko, við erum alltaf með riddaragrúpanalegur. Rétt. Og fáum oft tilkynum alltaf kannski viku fyrir hvaða gestur að koma og við fengum margar spurningar í Marino og það eru nokkra búin að koma í kvöld. Af öllum spurningum sem við fengum þá það var einn sem kom ansi oft. Já, eiginlega oftast og svona eiginlega erfitt að sitja mótanum og spyrja hana þessu en við verðum að gera það því að við elskum ykkur sem er að hlusta. Og þeir, sko, ég ætla bara að kvóta beint í riddarana, má ég það? Já, við nögnum á það. Af hverju anskotanum er Marino alltaf að selja bréfin sín í Kviku? Já, af hverju ertu að selja bréfi? Ég myndur ekki kannski segja þessi alltaf að því en það er alveg rétt að það var tilkynnt að seldi bréf fyrir svona cirka mánuðu síðan og en það var svo bara óskup einfalt að það sem ég seldi fyrir að það fór ég að kaupa bréf í Kviku og borga skatta út af því. Já. Bara, það var ekki. Var þetta svona loftheimleikar eða þú veist? Nei, þú veist að ég var rétt á að kaupa bréf bara gömlum samningi. Okay. Og þannig ég var að nýta þann rétt. Já. Og seldi bréf til þess að greiða það. Já. Og svo skatta í tengslu með það. Já. Og þannig að ef maður myndi setja þetta upp í Excel-skjal og leggja saman hvað voru keypt bréf fyrir og hvað voru borgaði skattar að þá er þetta mínus, það var ekki tekið neitt peningur út úr þessu. Þannig að þú ert ekki að losa neitt úr Kviku? Nei, ég var ekki að því þannig fyrir mánuði síðan. Finnst þér ekkert að því að þarna var maður búin að heyra bara af hverju ætti ég að vera með í Kviku og forstjórinn að selja? Langar ekkert oft þegar að koma svona fréttir bara hey guys og bara útskýra þetta? Jú, þú veist, það kom mér alveg óvart þarna, sko, eftir að þetta fekk mikla athygli af því að þetta voru tiltölulega lága fjárhæðir í raun, sko, í stóra samhenginu og eins og segja að 2 dögum áður var ég að kaupa bréf. Já, einmitt, en fréttaflutningurinn er ekki þannig. Fréttaflutningurinn er dramatæsaður. En ég ber samt bara ábyrgð á því, ég hefði eftir að ekki átt að hugsa betur hvernig það hefði verið hægt að koma betur á framfæri. Ég tek það alveg til mín. Þetta var samt vel svarað og bara, vel gert. Biggoðist, þú fegst náttúrulega þann mikla, þú hlaust hann heiður að fá að vera með Marino í fantasy-dild. Já, hann er erfiður keppinautur en ég var búinn að heyra því að hann er duglegur svona fyrsta mánuðin og svo fer hann aðeins að sofna verðinum, sko. Ég held hann að við enda fyrir ofan mig, sko. Hver með einhverju mælur fyrir komin tímil? Ég er ekki ennþá að byrja að skoða þetta en ég reyni alltaf að vera með þetta er alltaf svona eiginlega eins og núna að ég er svolítið finnst gaman svona fyrstu kannski, ég veit það ekki 10 umferðirnar, það var svona skemmtilegt svo hætti ég þessu bara og kíkja ekkert meira á það og en ég reyni alltaf að vera með 3 Liverpool-menn og ég held með Liverpool og ég held ég einn að fáum sem veit að hverju ég held með Liverpool og vitið þið hvaða lið þið haldið með af hverju haldið með liðin sem haldið með? Við erum alltaf eiðskynslaði. Við erum eiðsmárat kynslaði, sko. Okay.
Hvað ert þú með? Ég sko, bróðir mömmu, hann spilaði fótbolta og hann nokkur árum eldri en ég leit alltaf svolítið upp til hans og hann hélt mikið með Liverpool og ég man bara þegar ég var lítill og þá horfði ég ofta á leiki bara heim hjá ömmu með honum og ég náttúrulega byrjaði að halda með Liverpool. Svo bara fyrir nokkrum árum þá ákvað ég bara, það var nú gaman að vita af hverju ég held með Liverpool. Þannig ég hringdi í Palla frænda og spurði bara Palli, af hverju heldur þú með Liverpool? Og hann sagði, já, þetta góð spurning. Já, þetta nú líklega að því að eldri systir mín, þá yngri systir mömmu, að því hún heldur með Liverpool. Þá hringdi ég bara í Bryndísi frængu og spurði hana bara Bryndísi af hverju heldur þú með Liverpool? Og þá svo hann, já, það ég hugsað það nú einfalt. Það bara, mér fannst Kevin Keegan svo sætur. Já. Það raun og verið ástæðan af hverju ég held með Liverpool. Þetta mjög skemmtilegt. Ok, og hann velur 3 Liverpool menn, hverja velur? Núna? Já. En ekki byrjar að pæli út frá verðinu, sko, en Þú ert at gunpoint núna? Já. Ég samt núna alltaf erfitt að svara einhverju sem var bara út frá fullkomni, sko, því að þetta snýst ekki, þetta eins og bara með verðbréf. Þetta snýst ekki bara að vera með, þú veist, gott félag, þetta þarf að vera gott félag og góðu verði. Já. Og þú veist, þannig að ég maður ekki aðeins búin að skoða það eins og ég var að segja áðan að Sala væri eitthvað á 13-14, hann líklega of dýr. Ok. En svo aftur á móti, kannski, ég held ég myndi ekki byrja með Sala. Ok. Út frá þessu. Eða kannski byrja með hann og selja nema með ekki skori í fyrstum fyrir, ég veit það ekki en það er bara svo erfitt að vera með eitt svona dýran ég sjaldan með eitthvað svona dýran. Já. Þú talaðir aðeins niður en maður heyrir það, þú pælir samt aðeins í þessu. Ég finnst það mér finnst alveg gaman að þessu svona fyrstu nokkra umferðirnar þá líka eru verðhreyfingar og svona þetta er svona eins og markaður þetta eru pínlítið svoleiðis hverjir kaupa og hverjir selja og fylgjast aðeins með hvar áhugin er og svona En er ein taktík, strákar, nú er ég að spyrja ykkur gætu þið bara, ef þú myndir bara vera með Haaland, Sala, De Bruyne Robertson og Robertson, Alexander Arnold og Son og svo bara rusl eftir, myndir þú vinna það eða? Þú myndir ekki vinna? Nei, er þetta ekki mér hefur fundið svolítið, maður oft fundið þessa sko ódýru menn sem eru að ganga vel og næra að ræta þá eða allt sísonið Já, mér finnst að þetta er áhugaverð punktur ef við tölum aðeins þetta, þú veist, að því að leiðu til dæmis að þú ert svona þungur í einhverju þá er svo erfitt að losa á líka til þess að finna jafnvægi sko. Bæði það, síðan var ég með aðra pæling einhvern tímann að ég skoðaði bara árið áður og þá sá ég bara ákveðin varnamenn voru að fá fáránlega mörg stig en alltaf kosta miklu minna ef þeir skila sömu framleiði árað eftir á minni pening svo fer þetta allt í skrúna og maður endur hvort sem er Ætli ég taki ekki fyrstu umferðina og svo tek ég wildcard og sé hvernig liðið hjá Marino er þannig að ég annar umferð Við vist vel á það Dóminusmenn, byrjum á því hver er uppáhalds pítsaðin á Matseli? Á Dominos bara Dominos Extra held ég Já Áleikja maður Er eitthvað sem þið finnst vont að borða? Bara vont, almennt nei, sjálfum sér ekki Nei Ok, hvað finnst þið hver er uppáhaldsmaturinn? Hvað finnst þið best að borða? Uppáhaldsmatur mér finnst ég er að hrifna önd til dæmis bara frábær Mjög góð Ef við vindum okkur aðeins í stjórnmálin ertu vinstri að hægri maður? eins og svo mörgu það er svona erfitt að svara þegar það er bara já eða nei en þú veist, ef maður er neittur til að svara já eða nei þá er maður hægra megin en mér finnst samt stjórnmál, mér finnst alltaf pínu daburt bara þegar maður er að tala við eitthvað og er að hlusta okkur tala og maður veit fyrirfram hvað hann er að fara að segja af því að þú veist, málins nú er ekkert svona einföld menn þurfa oftast eru mál miklu flóknar heldur en segja þetta svara beint og svo ég hugsa þetta að svo með vinstri og hægri, þetta er svona einhver hugmyndafræði, það er rosalega gott að aðhyllast einhverju hugmyndafræði svo þægilegt, það er svo auðvelt það veist alltaf hvað þetta að vera veist hvernig þú átt að svara, þarft ekki að hugsa og það er búið að hugsa það fyrir þig og það eru verulega litla líkur og lendir í mótsögnum sjálfa þig af því að þú bara ferði eftir línunni þannig að ég myndi helst vilja að það væri ekki vinstri og hægri og það væri ekki þessi sko hugmyndafræði eða hugmyndakerfi af því að flesti sem eru í stjórnmálum að þeir eru að reyna að gera hlutina bara betri Já, algjörlega, vel svara Sko Hvað eru bónus með handakonuna? Bónus? Þeir eru með bónusspurningu hérna Sko
Mér langar aðeins að klippa, ég ætla að gera eitt að þegar hann er 1,5. Já. Ég ætla að hafa hann, maður nú svo, bara svo vitra, svona 1,15 og klippa eitthvað út. Og þú mátt velja hérna 2 af þessum 4 og svo fyrir við í hraðaspurningarnar. Þessum hérna? 10, 11, 12, 13. Ráðleggur þú ungu fólki að leggja sparna í hlutabréf í ráðandi hlutfalli við ríkisskuldabréf eða eru sjóðir málið? Þá líklega einhver óvertryggðir verðbréfasjóðir eða betra að borga niður íbúðaláni? Þessi spurningar sjálfsögðu búið Loop, Myntmania. Já, ég held að sé þetta alltaf gott að borga niður skuldir, en ég held að sé líka gott að spara og ég er ráðlegg fólki að vera í reglubundin sparnaði og og því að ef það er reglubundin sparnaði þá vinna sveiflurnar með þér. Að þú veist, ef verðbréf lækka að þá kaupir þú fleiri einingar. Þannig að í reglubundu sparnaði þá geta menn alveg lyft sér að vera í kannski aðeins áhættusamari fjárfestingum heldur en að þeir eru að kaupa bara einu sinni. Þannig að ég myndi alveg svo bara, ég segi bara hvað ég gerir fyrir börnin mín, bara ekkert mikla, ég held ég leggi manni hvort á 5.000 á mánuði fyrir hvert þeirra í hlutabréfasjóð og skuldabréfasjóð, bara mánaðarlega. Og þú veist, mér finnst að allir eigi að reyna ef þeir mögulega geta að svona leggja eitthvað lítið fyrir á mánuði í reglubundin sparnaði og nota þá verðbréfasjóði. Og frekar að nota sjóði heldur en vera sjálfur að gambla á einhver stakkt bréf. Það er náttúrulega bara dýrt að gera það að þú ert í viðskiptakostnaður tölvöld mikill ef menn eru að gera fyrir litla fjárhæðir. En ef menn hafa gaman að því þá er það allt í lagi. Þetta er alltaf bara spurningin hvað er fólk að reyna að ná fram. Já. Og sérstaklega ungt fólk að kynna sér reglubundin sparna ef þið eigi einhverja krónur til þess að leggja til hliðar á mánuði að hafa þetta bara fast. Og svo við gleymum ekki bara vaxtavöxturum. Við bara byrja að snemma að leggja til hliðar. Já, auði, nákvæmlega. 4% ávöxtun, týnir það ekkert upp á götunni. With the fuck to a sign. Já, það er svolítið svolít. Hvernig finnst þér Ásgeir Jónsson og KÍ Seðlabankum hafa staðið sig heilt yfir? Þetta er erfitt verkefni en ég hef mikla trú á Ásgeiri. Ertu samanlega að Seðlabankin þóri ekki að hækka vextinu og hratt því þá verður þeir að viðurkenna að þessi hækkun á vöxtum hefði verið alvarleg hagstjórnarmistök? Mér finnst þetta svona, mér finnst þessi umræða Sangað spurning kannski. Já, og mér finnst þetta þegar við erum að tala opinberlega að Seðlabankinn hafi gert mistök að lækka vexti allt og hratt. Þetta er svona dæmi það þegar menn nota eftir á vitneskju til þess að dæma fortíðina að menn höfðu verulegar áhyggjur þegar COVID byrjaði. Ef þetta hefði ekki verið gert þá vitum við ekki hver staðan er. Og það að þetta er svona, mér finnst það svona svipað eins og ef við værum með fötu með 100 kúlum, einu verið hvít og 99 rauðar og ég myndi bjóða ykkur að draga og ef þið myndi draga þessa eina af þessu 99 þá myndi tvöfalda fjármunnin ykkar. Þeir myndi báði vilja það. Svo ef þið verið óhefnir og drægið hinn litin, var þetta röng ákvörðun? Nei, það var ekki röng með að forsendin sem þið tókuð hana. Og mér finnst þetta þegar maður nota mælistiku framtíðarinnar á fortíðina finnst mér alltaf bínu svona ósangjörn. Þannig að það þegar maður segja að Seðlabankinn hafi gert mistök að lækka vexti jafn mikið og hann gerði og þess vegna geta hann ekki hækka vexti núna, það finnst mér ósangjörn umræða. Já, mjög gott. Nú fyrir ég að lóka með okkur, við erum að detta í hraðspurningar en áður en við komum að þeim, Birkir, þú kannski rétti mér hann bréf léttölu. Já, kæra svo vel. Til með þess hvað búið að vera gaman að sitja þetta með ykkur í kvöld. Já, þetta búið aðeinslegt. Það búið mjög gaman. Og við ætlum í hraðspurningar. Maranó, ertu komin í stellingar? Já. Ég ætla að setja ljúga tón undir. Því ekki skemmtilegt. Slagi papirann held ég. Það var ennþá að hanga. Já, byrjum eftir hérna. Jæja. Maranó, uppáhaldsdrykkur. Gin tonic. Já, uppáhaldsstaður í heiminum. Vassá. Skemmtilegasta við bankastarfsemi. Samstarfsfólk. Uppáhaldslag. Barn, rakabéða. Já. Hversu mikið snild er Netgyro eiginlega? Frábær. Besti vinnustar á ferlinum? Kaupþing þegar maður byrjaði að vinna. Já. Eitt bréf í kaupöllinni at gunpoint.
Marel. Já, Uppáhaldslið í enska, Liverpool. Kaffe eða Síkó? Kaffi. uppáhaldsleikmaður í söguleikbúl. Skemmtileg. Kíðan Kíkan. Já, Í dag, Arnold. Arnold. túr á tógara eða túr á strandveiðibát? Strandveiði. settur í kampaðin í kæri þegar Sala skrifa undir. Nei, ég alltaf með kampanj í kæli. Vel svara. Já, þá er loka spurningin. Langar rétt að koma inn á peiti áður en koma henni? Já. Bara hvað þetta er þægileg laust fyrir minni fyrirtæki, einstaklinga. Já. Við mátt koma inn á áður, bara einfaldleiki í fyrirrumi. Já, Þetta gerir allt svo þægilegt. Já, algjörlega, yfirsýn frábær og annað, peiti.is. Senda reikningu hana. En það var loka spurningin, Marinó. Það var hrikalega gaman að vera með þér í kvöld. Takk hérlega fyrir kvöldi. En eitt ráð til ungs fólks. Já, ég held að sé að fara í reglubundin sparnað, fara varlega í fjármálum, ekki skuldsetta sig of mikið og mér finnst líka að fólk mögulega getur að spara þannig að það geti komist inn á fasteignamarkaðinn sem er pínlítið erfiðið núna fyrir ungt fólk og mann finnst það svona eitt af því svona hættulega í og svona það sem mann finnst leiðilegast í hagkerfinu núna að bara hvað ungt fólk á erfitt með að komast inn á fasteignamarkaðinn. Sko, nú er ég það ungur en er þetta ekki sögulega erfitt? Já, þetta hefur náttúrulega alltaf verið erfitt. Já. En þetta er náttúrulega, ég held að þetta sé mjög erfitt núna, jú. Já. Og það, bara við sem samfélag verðum aðeins að gera okkur í brók með það. Sérðu fyrir þér á næstu árum er ekki það er svolítið orðið þannig að það eru forréttindi að keyra ekki í 40 mínútur í vinnu eða það hlýtur að vera þróun að bara biðin er að færast út af við, alveg töluvert út af við á svona næstu 15 árum en þetta eru pælingar sem við tekjum með á kvotan Já, hlustundur. já, það er ekki samt bjartari tíma framöndan, það er verður komin allavega aðeins meira frambóðið 12-24 mánuði og haldið bara áfram að setja reglum að sparna og heyrum svo setna bara. Já, hljóma mjög vel. Herri, takk fyrir í kvöld. Takk fyrir kjærlega. Viku liðinni.